Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, komið sæl. Reynslubollarnir eru sestir við borðið. Að þessu sinni Ragnheiður Davíðsdóttir, fyrrverandi lögreglukona, fjölmiðlingur og fleira. Guðmundur Árni Ragnarsson, vélfræðingur og fyrrverandi formaður félags vélstjóra og málmtæknimanna. Og Gunnar Hólmsteinn Ársælsson, þú ert hérna framhaldsskólakennari og ég oft leita til þín ef þér svona úttektir erlend málefni. Já, ég er svona fylgist vel með því og... Já, þú fylgist mikið á þessu. Já, en þegar við erum að tala saman þá vitum við ekkert niðurstöðuna frá Haag. En þar kemur Donald Trump bara sem sigurvegari, bara eins og Superman. Já, hann hugsa bara þannig sjálfa sig. Ég meina, hann er alltaf sigurvegari. Það skiptir ykkur máli hvað... En hann er það þarna, ekki? Jú, öllum líkindum, náttúrulega, ég veit ekki hvort þið hafið séð að þetta fræga SMS sem að Rutte sendi honum. Það sem að var svona, ég meina, menn svona bara leggjast dálítið flatir fyrir Donald Trump, sko. Það bara, þú veist, það er í rauninni verið að segja það, þú munt fá allt út af þessum fundi sem þú vilt. Það er að segja, þú veist, þessi 5% á þjóðarframleiðslu í varnarmál og allt þetta. Og já, ég meina, þú veist, hann er bara sigurvegari eins og þú segir og ég meina, hann virðist bara toga í alla spottana. Ég meina, fyrst sendir hann sprengjurnar á Íran og svo segir hann hætti að stríða og þú veist, já. Svo segir hann við hina, sko, já, þið verið bara slást þangað til þetta er búið, já, þú veist, það er svona bara, þú veist, það er þessar hrikalegu þversagnir sem að er í manninum og náttúrulega, en að öllum líkindum verður útkoman úr þessum fundi svo að allir munu keyra og gíra upp sín fjárlög í varnarmálum það sem hann segir að þeir eigi að gera. Já. Nema Ísland. Nema Ísland, náttúrulega, já. Ég sá lista í sænska sjónvarpinu í gær, það var svolítið fyndið, að sko, þú veist, já, hafa verið að raða þjóðunum, svo kom bara Ísland neðst á listanum, engin her. Já, þannig að, ok, það er náttúrulega staðan í okkur þannig. Þannig að bara þegar við gengum í NATO, þá var það tekið fram sérstaklega, við erum herlaus þjóð. Já, og það er náttúrulega okkar sérstaða og maður er svona velta fyrir sér í þessu samhengi, sko, hvernig ætlum við að taka þetta? Já, þú veist, hvað ætlum við að gera í þessu? Ég meina, hvað ætlum við að setja þetta fjármagn sem við verðum væntanlega einhvern veginn látin setja í, vegna þess að það er sagt að það verði ekki neinar undanþágur. Til dæmis fyrir Spán eða fleiri lönd, sko, sem er að reyna að fá undanþágur frá þessu. Og hvernig ætlum við að gera þetta? Og mér svona reiknast til að 5% af þjóðarframleiðslu Íslands sé einhvers staðar í kringum 200 milljarðar. Eitthvað svoleiðis. Já. Og þú veist, ég meina, þú veist, það er ekki smá upphæð, sko. Já, það gæti verið eins og bara uppbygging í Helguvík, betur í Hafnarfjarðargötu þar, svona nála teststöðinni. Já, ég meina, ætlum við að gera nýja flugvelli eða hvað, ég meina, hvað á að gera, ég meina. Jú, ég meina, sko, ég held þessi umræða, hún er náttúrulega kannski svona eins og núna, þetta er svona mómentið, það er náttúrulega stríð í Úkraínu og svo er þetta búið að vera núna og Trump er að leika svona stóran kall. En þetta er samt sem áður, ég held að sko, eins og Spánverjar er búin að bara segja, við getum ekkert farið í þetta að skaffa alla þessa peninga í varnarmál, öðru eins að skera þá bara svakalega niður í öllum velferðarmálum og ég held að þó að mómenti sé eitthvað núna, ég meina Donald Trump er kannski, það er ekki nú 3 ár þegar maður verður losnað við hann, ef hann verður þá ekki búin að gera byltingu til að halda áfram að vera forseti í Bandaríkjunum, þetta búast við öll á honum, sko, að þá held ég nú að, ég meina við höfum ekki einu sinni náð að kaupa okkur þessar þyrlur fyrir gæsluna, sko, við höfum alla við höfum ekki getað keypt olíu á varðskipin, sko, þetta er bara staðrendi sem maður hefur brasað við hérna, hringir undanfarin ár. Siglandi færi eftir olíu. Já, ég meina alls konar svona hlutir og ég meina vallar ekki löðurugluna, sko, og þá fer maður að horfa á þetta og nú ætlar ríkisstjórnin að vera með hallalaus fjárlög, hvar ætlar að sækja þessa peninga? Ég held að það komi nú svolítið til með að snúast ofan að þessu, þó allir séu núna með kassan frammi og ætla að gera ykkur stóra hluti, en auðvitað, ég meina, það er svona, mér finnst kannski svona stundum
í þessar umræðu þó maður hann ekki mikið vita þess að þá kannski oft spurningin hver ógnin sko. Ég meina horfum á Rússana, ég meina maður að lesa og reyna að fylgjast með, þú ert að fylgjast með þessu kannski betur, nú farin að tala það fyrir að þrengja svo að þeim að þeir farin að þurrka ríkið að einhverju skriðtryggin sem notuðu heimsstyrjöldinni, þannig að skil ekki að meina, þannig að það kannski hlýtur líka aðeins að þurfa að skoða það hvernig staðan á þeim aðilum sem að geta ógnað okkur sko. En auðvitað þetta rosa flott ef þú ættir hergagna fyrirtæki svo Bofors í Svíþjóð, þeir bara telja seðlana maður og bandarísku hergagniðnaðurinn, hann náttúrulega bara, þetta er bara jóli hjá þeim, skiljiði. Já, þetta er svona, mér finnst þetta einhvern veginn vera svona, ég held að svona bara kannski eftir hálfa mánuð, þá verður kannski umræðan aðeins sko orðið öðruvísi, af því þetta er ekkert svona auðvelt og sjáuði almenningi í Evrópu sætta sig við það að heilbrigðiskerfi og velferðarkerfi bara skorið niður til að setja pening í herm. Ég veit ekki. Þetta sé allt saman bara eitt stórt samsæri? Nei, ekki samsæri. Nei, ég að segja, þú veist, auðvitað það núna út af þessu stríði hérna á milli. Já, ógnir, sko. En svo kannski... Í Miðausturlöndum og Úkraínu. Það var hérna einhvern tímann í eldgamla daga sem að Nostradamus spáði því að þriðja heimsstyrjöldin yrði þarna fyrir austan. Fyrir botni Miðjarðarhafs. Maður velti líka fyrir sig hvað kallinn að spekulera hann Trump, að við varst að tala hann. Hann byrjar að koma með yfirlýsingu að hann ætla að gefa þessu hálfa mánuð. Daginn eftir hann farin að bombardera þarna í Íran. Og hvaða ákvörðun tekur hann næst? Svo eru nýjustu fréttir sem ég sá á einhverju stöðinni erlendu að þessar sprengjur þeirra hefðu nú ekki gert svo mikið gagn eftir allt. En það nú ekki náð því sem það átt að ná. Nei, það hérna, þetta aðal kjarnorkustöð eða hvað það heitir, í Íran svo langt inn í fjalli að þeir eiga möguleika þó sér með eitthvað sko, ekstra sprengjur og það eiga ekkert möguleika að fara svona djúpt. Það bara ekki til. Nei, sko, menn hafa verið að tala jafnvel sko 800 metra undir yfirborðið. Sko. Það er náttúrulega rosalega mikið, sko. Þannig að ég svona efast að þeir hafi náð í rauninni þeim markmiði sem þeir settur sig með þessu. En ég meina hvort þeim hafi tekist með þess að sprengja Íranni aftur til samningaborðsins, ég veit það ekki. Ég meina það er náttúrulega, það er algjörlega augljóst að það er náttúrulega ekki nein hernaðarlausn á þessu dæmi, sko. Það verður að semja þetta. Það gengur bara ekkert öðru. Svo líka fer maður að hugsa það hvernig íranska þjóðin hugsar. Þetta er náttúrulega allt annar hugsanaháttur heldur en hjá vestrænum þjóðum. Maður er skítræddur að þeir grípi bara til einhverja hefndaraðgerða, einhverja hryðjuverka í Bandaríkjunum eða einhvers staðar. Það er náttúrulega þeirra svar. Þeir geta það. Þeir hafa ekki bolmagnið, ekki hernaðarlega, sko. En svo það náttúrulega bara voðalega skrítið, svona maður alltaf að velta fyrir sig, sko, til dæmis eins og bara ástandi á Gaza og þessi hörmungar sem bara heimurinn búin að láta ganga þar og þá er maður svona að reyna að beita hvað Sádi-Arabíu og þessi voldugu Arabaríki hvað eru þeir bara að chilla bara skilu já og það kemur ekki inn í þetta eru þeirra bræður og svona þegar við erum að tala ástandi á þessum svæðum sko og maður næri ekki alveg samhenginu sko hvernig stendur á því að sumi bara segja ekki neitt þetta svona púðtuna já þetta púðtuna já En svo það hérna sem að líka við fengið svo aðeins dregið úr fréttaflutningi síðustu daga en það Gaza sem einhver lifandis hörmung og algjörlega óásættanlegt í alla þennan tíma. Það ekkert að draga, hann sagði reyndar Netanyahu að ef hann ætti að hvíla í Íran þá getur hert aftur á Gaza sko. Já, ég meina það heldur bara alveg áfram held ég sko en ég meina þú veist svona eðlilega alþjóða fréttakerfi sem sér þannig að það er bara einhvern veginn það er bara eitthvað eitt mál sem að kemst að sko og núna það Íran og þessi deila sko og þá hverfur allt annað í skuggan bæði Úkraína og Gaza en náttúrulega sko ég veit ekki sko ég held að sé ekkert plan varðandi Gaza sko Þannig að fyrsta lagi þá bara búið að rústa Gaza. Gaza bara ein rúst, sko. Blóðpoll. Já. Og þar eru 2 milljónir. Þetta svona svipa, sko, ef þið ímyndið ykkur að, ef þið færið til Stokkólms og það verður 4 búðir í Stokkhólmi
þar sem hægt að nálgast matvæli á 2 milljóna manna svæði. Já. Það það sem að runni málið sko. Já, og svo skotin í baki á meðan. Já, svo bara, þú veist, það eru endalausar nýjar útgáfur af hörmungunum. Fólk fer í mataræðir og það drepið í mataröðunum. Þetta ólýsanlegur harmleikur sem að maður getur engan veginn svona sett sig inn í. Og vannmáttur okkar inn að gagga. Já, og svo náttúrulega því við erum að tala eins og klerkastjórnina í Íran og svona og þetta eitthvað, það má ekki gleyma því að hann við völd út af auðga gyðinga pólitískum flokkum sem eru sko og eins og bara bara hlutir eins og að vera að ganga í Ísrael varandi landnemana hvernig búið að hrekja fólk arabana í burtu bara sínum heima löndum, maður er að horfa okkur á þættum þetta svona og þetta látum við allt á reyð en pólitíkin í Ísrael hún keyrð af algjöru auðga fólki sko sem að bara, ég ætla að bara stoppa hér sko. Við látum þetta ekki alveg óreitt vegna þess að það eru mótmæli víða það næst engin árangur sko að stoppa þetta. Það eins og enginn vilji taka af skarið. Ég nú það gömul ég man eftir stríðun í Júgóslavíu og þar blönduðu Bandaríkjamenn sér í málið að því þeim ofbauð. Þeir lyfti ekki litla fingri til að stöðva stríð, þú veist þessar hörmungar í Gaza. Fyrstu mótmæli sem ég man eftir svona það var vorið 68. Voru í Prag fyrir utan sovjerska sendiráðið. Innrásinn í Prag. Það var allum brugðið þá. En þetta en förum á íslenska vígvöllin við Austurvöll, Alþingi. Fylgist þið með umræðinni? Þetta náttúrulega sko allir þessi mál, stóru mál sem eru verið að dempa fram núna ég meina þetta ég nú búin að vera við borðið í sambandi við sjávarútveginn lengi þannig að svona en svona ef maður ætti bara að segja eitthvað svona bara, ég var eitthvað pæli í sig í gær sko hvernig ætlum við að reka þetta samfélag ekki hægt að leggja fram eitthvað frumvarp einhverja skatta álögur eins og með þetta veiðigjaldafrumvarp þannig að þetta leggja bara saman og það verður 2 + 2 verður 4 sko að það þetta rífast þetta svona ólíkar en ég veit ekki getur búið til til að en ég held samt sem áður að það blasir við það mín persónulega skoðun að þetta frumvarp hafi verið unnið algjöru flótfærni bara og ég sagði það nú strax í Facebook síðan minni þegar ég sá þetta að viðmiðin sem átt að nota verandi það norska verð og markaðsverð þetta ég bara kallaði eftir hverjum datt þetta í hug sko þannig að ég held að þetta sé mjög illa unni ég held að þetta hafi verið gert bara í populískum tilgangi til að loka á öll vandamáli með flokk fólksins og svona þú veist þetta er stærri en það ég veit stærri en það en sko samt sem áður þegar þetta kemur svona illa unnið og illa undirbúið að það náttúrulega lendur í vandræði með þetta sko auðvitað útgerðin á að borga meira veiðigjald sko og það þarf að finna það en mín skoðun hefur alltaf verið svo að við verðum að vera með rétta afurðaverðið fyrir þær afurðir sem við erum að veiða og vinna hérna innanlands til þess að leggja þetta á og að því að við vitum báðir að sko norsk fiskiskip hafa verið að landa uppsjávarafla á Íslandi og svo kemur íslenska eftir og það kannski munar bara helmikið verði sko. Það norska fær nákvæmlega sami efni. Já, ég er alveg sammála því. Það eru alls konar skekkjur en það er líka sko í hináttina sko. Ég hélt þér alltaf að taka verð á uppsjávarafla norðmanna sem er land á Íslandi. Nei, þetta er út í Noregi sko. Fiskisamlagsverðið og þá er það sko málið var það til dæmis ef við bara rifjum þetta til dæmis aftur þegar makríllinn kemur hérna og við förum að þá er verið að ræða skiptingun á þessu magnu, ég man alveg eftir því og þá var jafnvel í umræðinni að við gætum bara fengið varalega 8-10% veiði heimildir í makrillstofninum og þá horfði maður þetta að því að það er verið að veiða hann á allt öðrum tíma en við erum að veiða hann sko það sem eru mörgu sinu verðmætari því þá er hann feitur og flottur og fer bara eins og er núna í smugunni en þá voru við náttúrulega stórir upp á okkur og sögðum nei við förum ekki að semja neitt svona nema að fá okkur á góða tveggjastafa tölu
en þegar maður fór að kynna sér þetta þá sá maður það að þessi makríll hafði komið hérna áður og svo farið bara þannig ég held að við séum að súpa seyðið að því núna að við hefum getað verið að veiða kannski bara 8% af þessu öllu saman en verið með mörgu sem meira aflaverðmæti að því hann miklu verðmætari en það aukaatriði núna en ég held að auðvitað verður það bara svo að koma í ljós að hvaða rétt að tala það þegar þetta sko. Við megum ekki alltaf tala skatt, þetta engin skatt. Nei, ég er sammála því og það verið að borga fyrir afnot. Þess að eitthvað segir skattur ekki frádræta bæir frá skatti, það bara ekki þannig. En þetta er veiðigjald. Þetta er veiðigjald og þetta er auðlind sem að þjóðin á og maður velti fyrir sig með aðrar auðlindir sem við eigum hérna, alltaf vatnið okkar fer að verða mjög verðmætt á þessum síðust og vestu tímum í loftslagsmálum og hvað þá? Ég meina, verði einhverjir hagsmunahópar sem að yfirtaka vatnið og nýta sér það. Ég meina, það er svo ýmislegt sem kemur til greina. Nei, ég meina sko, náttúrulega í sambandi við þetta mál þá náttúrulega kristallast í því að mínum að við erum með risastórt lobby hérna á Íslandi sem heitir SFS og þeir hafa ekki neitt áhuga á að breyta neinu. Ég vil nú kalla þetta B35, það er bara borgartún 35, bara 5 hæðir á lobbyistum. Sko, ég meina, þetta er náttúrulega, þetta eru hagsmunasamtök sem að verja gríðarlegum upphæðum í að verja sína hagsmuni. Ég get það ekki sem almennur borgari, til dæmis ef er lagt á mig, aukin bifreiðagjöld eða eitthvað álíka, bifreiðaskattur þá? Ég meina, ég hef ekki þá getu sem þeir hafa til að berjast gegn því. Og núna bara í þessari auglýsingaherferð, ég meina, þeir eru örugglega búin að eyða sko milljónum ef ekki 20 milljóna núna í auglýsingaherferðina, ég veit ekki töluna, en það væri mjög áhugavert að heyra hana, það er endalaust verið að keyra á okkur auglýsingar og það sem að einmitt orðið skattur er aðal orðið. En þetta er afnotagjald. Og það sem að náttúrulega svíður mest í þessu öllu saman er sko ríkalegur hagnaður útgerðarnar undanfarin ár. Við erum að tala fleiri 100 milljarða. Í veiðar sem Jón Trausti í tekjur og hagnað og arðgreiðslur og ég meina bara hjá vinnslustöðinni hann að 2023 var hagnaðurinn 4,5 milljarður og næstu milljarður greiddur út í beinan hagnað til hluthafana. 2 milljarður. Þetta engar smá tölur sko. Samt segist þér alltaf að lepja döðan úr skel. Já, einhvern veginn svona texti svona alltaf því ég meina þetta erum með einhverja dómsdagsspár allt farið til fjandast. Já, og þessi örfáu fyrirtæki, hvað eru 10-12, hvað eiga þau? 70-80% af kvótanum. Já. Og reka svo heilan fjölmiðil. Með þess að tapa milljón á dag. Og blæða þar inn peningum sko. Nei, auðvitað er þetta náttúrulega, það verður eitthvað að snúa við sko í þessari þróun því auðvitað er það þannig að ég skrifaði nú grein hérna fyrir 2 árum síðan sem ég kallaði nú bara húsbændur og hjú sko af því að þessi þróun sem að við höfum verið að horfa upp á hvort sem að mann líka að þessi fyrirtæki er að svo að kaupa bara upp bara stóran hluta af atvinnurrekstri í landinu og ég lagði þetta nú út þannig að við varum að vinna hjá þeim sko að það var og allt sem við keyptum þar næðu þeir alltaf við eitthvað hagnað af því að þeir væru allstað sko. Þannig að þetta er svona svolítið þetta er svolítið farið að breytast þannig en samt sem áður varðandi þessi veiðigjaldafrumvarp sko þá er einhvern veginn þannig samt sem áður eins og ég sagði áðan að þá verður nú að vera hægt að leggja fram einhverja tölu og segja þetta fá rétt út að þessi geta hártóð þetta sko þetta er engar smá munur á tölum hann sem menn en auðvitað eins og hann sagði áðan er minnsta mála að hringja í einhverja endurskoðunarfyrirtæki og panta þá og vera tilbúin að borga hvaða reikning sem ef þú fær bara réttu niðurstöðuna sko ég er ekki að segja það já ég segi það en það er samt sem áður að rétt að vera rétt og en það má heldur ekki loka augunum fyrir því að það hefur búið að vera alveg gífurleg fjárfesting í þessari atvinnugrein undanfarin 10 ár og það er bara umbylting varðandi skipin og annað og þetta allt saman. Svo glæsilega mynda Vilhelm Þorsteinsinni þetta er bara ævintýralega stórt og flott skip. Já, við með, sko, ég var nú að vinna svona verkefni fyrir
fyrir Brim hérna fyrir 2 árum síðan eða 3 árum og hérna þó ég taldi mig nú vera mjög innvinklaður í þessa grein og þurfti ég að fara að kynna mig svolítið mikið svona varðandi Norðmenn og Rússan og fjárfestingar þeirra og annað slíkt og því miður þá bara svitnaði maður því að þessar þjóðir eru bara sko að fara fram úr okkur bæði þá og það kannski sárast með íslensku hugviti varðandi vinnslu og meðferð afla og annað slíkt þannig að við hérna the best fish in the world eitthvað bla 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 það bara búið sko þannig að við verðum líka að horfa á það sko að við erum hérna í kapplaupi sko og það er búið að gera góða hluti sérstaklega varðandi alltaf fjárfestingar ný skip ný vinnsla og annað sem við þurfum að gera til þess að halda í þetta sko. Þannig að en auðvitað á að borga rétt gjald fyrir þetta og hérna og ég vil meina það að ef við fórum ekki í þetta vinnunum það að undirbúta þannig að við ætlum að miða þetta við eitthvað afurðagjald en afurðaverð sem hinn eina rétta verð sem fæst fyrir þessi kvikindi á alþjóðamarkaði að þá verði þetta bara svona piss í skóinn svo kemur næsta ríkisstjórn og hún breytir öllum forsetum og það byrja sama jójói sko. Ég ætla eiginlega að fara hérna tala mér finnst hérna eins og Kristrún Frostadóttir hún bara fæðist í þetta hlutverk hún traustveikjandi, hún kjörguð kemur alltaf vel fyrir ég einnum þess að skoðun hérna? Nei, mér finnst hún hafa komið vel fyrir frá því ég sá hana fyrst. Hún kona sem að vel máli farin og hún virðist líka vera mjög vel upplýst það sem hún að tala. Þannig að ég hef full að trú á henni. En talandi aðeins meira kvótan, þegar ég var ung kona þá var ég að vinna hjá Fiskifréttum sem blaðamaður og á hverjum einasta mánudegi þá fór ég hringinn í kringum landi til þess að taka saman aflatölur og það var, sko það tók allan daginn það var svo mikið af skipum og bátum og tórum land allt ég hugsi ég væri 2 tíma að gera þetta í dag skiljiði og við mögum heldur ekki gleyma því að það var illa staðið að þessu kvótakerfi frá upphafi það var farið eftir veiðireynslu og margir fóru mjög illa út úr því voru kannski með báta eða skip í viðgerð og eitthvað og þessi framseljanleiki á kvótanum finnst mér eiginlega það alvarlegasta sem kemur 91 og það kannski ástæðan fyrir því það var einmitt þegar ég var blaðamaður á Fiskifréttum það einmitt kannski ástæðan fyrir því að menn í litlu sjávarplásunum kvarta almenningur og það ekki að þeir séu kannski ekki í hjarta sínu sammála veiðigjaldinu heldur þeir hugsa fyrst og fremst bara sinn hag sem mjög skiljalegt Mér finnst bara í rauninni mér finnst bara eitthvað rangt við þá hugmynd að einhverjir menn hérna upp á landi eigi fiskinn út í sjón það er sammálaðir það er eitthvað grundvallar það er eitthvað rangt við það afnotagjald rangt við það sko og að geta eins þú segir með framselja leikanum þú veist láti fjölskyldu og ættingja fá þetta skilur ég meina þetta er náttúrulega þetta er bara eitthvað rugl sko bara eitthvað en svo auðvitað eins og ég segi það er náttúrulega sko þessi breytti atvinnuhætti sem var ég meina ég man bara eftir því til dæmis þegar að framleysi var keypt á Þingeyri það þurfti ekki nema sko 1800 tonn til að borga fjárfestinguna og þá var miklu hærri launakostnaði til sjómanna heldur í dag og þá þurfti þetta skip ekki heilt togar að fiska nema sko 1800 tonn núna þessi skip að fiska sko 8000 tonn það ekki nema 30 ár síðan það voru 80 hérna nótaveiðiskip nú þetta 20 eitthvað svoleiðis þannig að þessi breyting sem hefur orðið þannig að það eitthvað sem við verðum að horfa á en að þú varst að tala hann Kristrúnu sko ég held að sko það sem ég nú búin að vera að fylgjast með pólitík alveg síðan að ég var held í 50 sko en ég hef aldrei hlakkað til að sjá fjárlög nokkra ríkisstjórnar heldur en þessara ríkisstjórnar sem að koma í haug og ég held að það verði svona stóri breaking pointið í þessu menn geta verið núna með alls konar yfirlýsingar alltaf að gera þetta og þetta og þetta mín reynsla nú úr þessari verkalýðspólitík hefur nú yfirleitt verið þannig að það er alltaf fjárlögin eru nú ekki það er þú veist eins og núna menn að þó að þessi veiðigjöld hækkum einhverja 10 milljarða þá það er nú bara
dropi í hafi inn í heil fjárlög og þá hefur þetta nú yfirleitt verið þannig að það er alltaf verið að taka af eilum og láta annan fá, skilur. Það er aldrei verið að bæta svo mikið í, sko. Þannig að ef að menn alltaf gera bæta hér og bæta þar, þá verður það bara að tekja einhverjum öðrum, sko. Það er líka spurning, sko, hvað er bætt? Já, fattaru. Þannig að mér hlakkar rosa mikið að sjá þessi fjárlög. Fjárlögin eru náttúrulega pólitíkusta plagg á hverju ári. Það segir alltaf söguna hvað það er að gera. Raunverulegur pólitísku vilji fram. Það er alveg á tæru. Þannig að fram að því, þá ætla ég bara að bíða rólegur að dæma, sko, þannig, nema út af lífeyrissjóðunum. Ég var að tala um eiginlega, sko, ásýndina bara. Ég var ekkert svona hvíld í að svona kona sem að þægilegt að hlusta og gleymir einhver sem hún ætlar að segja. Hún virka vel á mann. Það hafa nú líka verið aðrir stjórnmálmenn sem hafa virkað ákaflega vel á mann og verið svona þægilegir á að horfa. Steingrímur Hermannsson. Já, til dæmis. Ég meina, Þorsteinn Pálsson talaði, þú varst engu nær. Hann byrjaði að tala. Hann er góðu félagi minn, láttu ekki. Nei, ég meina, ég er að segja, hann er fínn og ég þekkja mjög vel og allt það. En ég er að segja, sko, að því við erum að tala um lúkkið á pólitíkusina. Að hann kom rosa vel fyrir og allt sem hann sagði var flott hann í sig. En þú varst aldrei neinu nær, sko. Hann velti líka fyrir sig hvað Inga Sæland ætlar að gera. Eftir allar sínar yfirlýsingar fram úr hana. Já, að bæta kjör þeirra sem að minnst mættu sín í samfélaginu. Jú, það er hérna, Ég hef ekkert heyrst frá henni í þessari ríkisstjórn. Ekki nema skómálið fræga og eitthvað svoleiðis. Já, mér finnst það fyrir hérna, ef ég sakna einhvers ráðherra úr þessar umræðu, þá er það Hanna Katrín Friðriksson. Ég finnst að þetta eru stóru málin eru hennar, sko. Allavega eins og staðan er núna, já. Það er. En í samtíð Kristjánum, ég langar að segja svona bara að ég er búin að horfa núna á hérna svona löng og ítalið viðtölu við hana, náttúrulega Kastljós-viðtalið hérna daginn og svo var hún í Dagmálum og Mogganum líka. Og hérna, sko, hún virðist hafa allt á hreinu, þannig að ég menn hún virðist vera rosalega vel undirbúin. Og það náttúrulega skiptir rosalega miklu máli þegar þú ert forsætisráðherra, þá ert þú verkstjóri ríkisstjórnarinnar og ég meina þú þarft að hafa hlutina alveg á kristaltæru. Það er ekki gert það kannski, en hún er mjög örugg með sig í sínu hlutverki, finnst mér, og hérna svarar vel fyrir sig og hérna er bara rökföst og hérna málefnaleg og hérna. En sko, það sem mér finnst náttúrulega mikilvægast bara almennt í sambandi við til dæmis pólitíkina hjá þessar ríkisstjórn er bara að hún hugsi almannahagsmuni og velferð almennings. Sko, við megum ekki láta það gerast hér á Íslandi að mínum að við föllum í þá gryfju sem er að gerast víða annars staðar í heiminum, það er að segja að ójöfnuður sé að aukast. Já. Það bara, þú veist, ég vil ekki sjá það, sko. Þannig og ef þessi ríkisstjórn með sósíaldemókrata jafnaðarmenn í broddi fylkingar eykur ekki jöfnuð eða, þú veist, eykur ekki hag almennings, þá finnst mér hún ekki ná markmiðið sín. Á fyrir út á spórinu. Þannig að, alveg sammála. En mér langar hérna aðeins að skipta yfir á löggun okkar. Herði, Ragnheiður, sko, þegar ég byrjaði á DFF 1987, og þá var ég ábyggilega í 2 ár að skrifa löggufréttir og glæpirnir sem ég var að skrifa voru bara allt annars eðlis en þeir sem eru núna. Nákvæmlega. Hér núna er það bara stanslaus vopnaburður og manndróp aldrei fleiri. Já, talandi ekki og bara svo við nefnum ekki öll eiturlyfin. Þegar ég var í lögreglunni, ég var þarna frá 76 til 84-5 og þeir vorum að leita á fólki, við fundum aldrei nálar eða neitt slíkt, þegar var verið að setja fólk inn. Ég myndi ekki vilja vera í lögreglunni núna, eigandi þá hættu að mæta einhverju með byssu eða hnífa eða hvað eina og þetta er orðið allt annað umhverfi í löggæslumálum heldur en það var. En sem betur fer nú búið að auka kröfur til lögreglunema. Þetta er komið upp á háskólastig. Áður var þetta bara einhverjir yfirlögregluþjónar að kenna eitthvað sem að þeir höfðu engar voru bara fengnir í það hjá lögregluskólanum. Tala bara frá eigin reynslu. En núna er þetta komið upp á háskólastig og ég hef full trú á því að sko þeir lögreglumenn sem þó eru á störfum, þeir þyrftu að vera mikið fleiri.
Já, en þá að fjölga bara 50 Já, á og ári. ég ferðast nú töluvert landið og ég sé ekki orðið lögreglubíl á vegunum. Nei. Ég sé ekki lögreglubíl og á Helliseiðinni sem ég fer nú oft yfir, það er ekki þar á 120-130 km hraða dag eftir dag. Svo áður en ég kom hingað, þá var ég að fletta upp á umferðaröryggisgjaldinu. Ég er ekki vissum að margir vita því að við borgum 500 kalla hverjum skoðum bíl í umferðaröryggisgjald. Í hvað fara þessi peningar? Ég bara spyr. Þetta er heilmiklu peningar. 500 krónur á hverjum bíl? 500 krónur á hverjum bíl. Og umferðarslýsin eru aftur að fara upp. Og þau eru orðin alveg sorglega mörg hjá útlendingum. Það virðist bara ekkert, engin fræðsla að fara fram fyrir útlendinga. Og ekki bara í umferðinni, það er sko þeir að hrapa í fossa. Já, alls konar. Af því að það er ekki nógu vel gert það sem að fólk má fara. Nákvæmlega, og þetta hvað ég segja, þessir aðilar sem eru að selja inn á bílastæðin hjá sér, þessi peningar eru eyrnamerktir því að það sé lagfært í kringum þessa hættulegu staði og það er bara mikill misbrestur á því. Við getum séð til þess að sem búið að gera við Gullfoss, sko, þar er konir flottir útsýnispallar, kyrtir, það er ekki, sko, það dettur enginn hérna nema hann ætli sér það, sko. En er eitthvað eðlilegt að skuli 3 einstaklingar vera búin að drukna í Brúará? Það er bara hræðilegt. Alveg, bara, já. Og ég hef oft gengið upp á Brúará og þetta er mjög varasamt að fara út á steinana og þeir eru sleipir og fólk vilist hafa, ég er ekki að segja það, við ráðum ekkert við fólk sem ekki fer að reglum. Það er náttúrulega nokkuð ljóst eins og samanber í Reynisfjöru. En það verður auðvitað að gera mun betur. Ég er svolítið forvitin með þetta umferðaröryggisgjald sem þú nefndir hérna. Er þetta bara búið að vera árum saman? Þetta búið að vera alla tíð, alveg frá því ég maður nefndi við fyrst voru það 200 krónur, í dag er það orðið 500 krónur og maður hefði reiknað með því að þetta færi í einhvers konar forvarnir gegn umferðarslysum. Og ég bara verð að segja það, ég hef ekki séð neinar almennilega forvarnir í umferðarslysum. Þið fyrirgefið að ég skuli segja það, síðan að ég var hjá VÍS og við vorum að búa til alls konar myndbönd og auglýsingar sem höfðu mikil áhrif. En ég held að náttúrulega bara, veist, í framhaldið þú mátt að segja, þá held ég, veist, svo þegar það verið að analysa alla þessa skattlagning og gjöld sem er á bílnum, sko, þá kemur það nú til ljósa að minnst af þessum peningum fara í málin, sko, sem snúa hvort ég vegakerfið eða eitthvað svoleiðis. Þetta fer bara allt í hítina, sko. Og þetta er bara skattstopp sem er notaður og fjármálaráðuneytið tekur alltaf meira til sín og þá er eitthvað annað skorið niður, sko. Ég spurði einhvern tímann um þetta. Vegakerfið færðist merki. Sko, ég spurði einhvern tímann um þetta, af hverju þetta færi ekki í það sem þetta átt að fari. Og þá var mér bent á að það veri til eitthvað sem heitir bandormur og þá er bara tekið af öllum skattstofnum og talandi um vegina, það er eins og að keyra á malarvegum víða út á landi þar sem er malbygga, það er búið að klastra þar í einhverjar holur svona rétt til bráðabirgða og þetta er bara gjaldið sem við borgum í bensín á að fara í vegina. Já, en þetta er bara því miður og hérna fyrir fólk sem er ekki vant að keyra á svona vegum hlýtur þetta að vera alveg hryllingur. Sjáðu útlendingana. Keyrt ellendis, þetta er bara alltaf öðruvísi. Þetta er eins og, sko, aðalveginir á Íslandi er hringvegurinn, hann er eins og sveitavegur út í nágrannalöndunum. Já. Ég held náttúrulega í framhaldið sem þú átt að segja sambandið við löggæslur og svona, þá er þetta kannski hluti af þessu, sko, að við höfum ekki verið og ég veist að hérna halda það að við getum verið bara hérna litla saklausa Ísland og fá ekki þetta yfir okkur eins og allar aðra þjóðir. En þá kemur það sem að mér finnst við vera orðin svolítið vandamál, það er alveg sama hvaða stofnun við erum að tala um, það er allir vanfjármagnaðir og lögreglan hefur nú bara verið í staðinn fyrir að efla hana til að takast á við þetta, þá hefur nú verið bara skorið niður. Þannig ég held til dæmis að í löggæslumálum til þess að bara að takast á við öll þessi vandamál sem að þessi hraði hefur orðið í glæpavæðingunni að þetta sé meira en að segja það, sko, þetta þurfi bara talsett mikla fjármuni til þess bara að komast upp á eitthvað stall til þess að ráða við þetta, sko.
bara öryggis okkar vegna. Sko líka talum hérna þegar að Víkingasveitin, sko þegar hún var ný og þá var þetta eiginlega bara, sandkorn og maður bara að gera svona grína, eitthvað svona, einn var bara með kertasjaka heima við svona Víkingasveitin kom skríðandi á maganum og eitthvað svona vitleysa. En núna efast enginn sko nauðsynna og tilurð þessara sveitar, bara ekki nokkuð maður. Þau eru í endalausum útköllum út af vopnaburðum og hótunum og... Sko það sem Landssamband lögreglumanna hefur bent á það árum saman að það vanti held ég 200-250 lögreglumenn til starfa og þetta náttúrulega hluti af þessari þróun sem bara svo að okkur hefur fjölgað líka. Við erum orðin, þú veist, fleiri en vorum og náttúrulega samfélagið hefur breyst, samsetningin á því og ég meina allt orðið náttúrulega alþjóðavætt, glæpinni líka þannig að manni finnst það svo mikil synd einhvern veginn sko þegar svona samtök eins og lögreglumenn, þú veist, ár eftir ár segja að það þarf að gera þetta, það þarf að fjölga okkur en það ekkert hlustað. Jú, núna? Já, núna. Fyrir núna. Framkvæmdin eftir. Já, 50. Ok, með fullri virðingu fyrir þessum 50, þá munu þeir væntanlega breyta einhverju. Já, 50 á ári, sko. Já, á byrja núna, á þessu ári að næsta. Þannig að svona, þetta svona kannski dálítið gamla sagan einhvern veginn að menn þurfa alltaf að vakna upp í vondan draum einhvern veginn. Það virðist vera þannig, sko. Við mögum heldur ekki gleyma því að það komnar nýjar tegundur að glæpum eins og fjármála misferli sem að bara, ég man ekki eftir tölvuglæpir. Og tölvuglæpirnir, þetta alveg nýtt. Fjármála misferli náttúrulega eftir hruns ári var nú alveg undirlógið í því. Já. Og það fer mikill mannskapur í það að rannsaka þetta. Svolítið áhugavert að það Arion banki held ég sem var með reynslusögu konu af netglæpum sem að vera að birta á Facebook sem mjög áhugavert. Og ég svona aðeins kynnt mér þessi mál til Svíþjóð að ég bjóð þar á sínum tíma. Það sko alveg hryllilegar sögur af fólki, ellilífeyrisþegum sem eru sviknir alveg út og suður af einhverjum glæpamönnum sko, sem eru bara Malaga og Spáni eða hanga bara í símanum og þú veist, ég meina hala inn kannski milljónir á dag. Netglæpinir eru sko, þetta að verða einn alvarlegasta ógn við samfélag bara almennt. Plús náttúrulega venjulegu glæpirnir eiturlyfin og allt það sko. Já, og ekki bara sko fjármálaglæpir á netinu heldur líka kynferðisglæpir. Sem að beint gegn unglingum og ungu fólki. Það var að koma út ný skýrsla sem frá Interpol. Þar sem að netglæpirnir sko kosta þvílíkar fúlgur fjár. Að sko við erum að tala sko einhverjar fleiri hundruð eða þúsundir milljarða evra sko. Sem netglæpir, bara netglæpir kosta. Allir eflaust fengi einhverja pósta sem okkur dettur ekki í hug að opna. Já. Það er bara alltaf verið að bjóða manni. Beint í hverjuna með. Ég leigði bílaleigubíl út á Flórida fyrir nokkrum árum og svo nokkrum árum seinna þá kemur stórt bréf að bíllinn hafi lent í að það hafi verið einhver skemmdir á bílnum og þetta var ofsalega vel orðað. Ragnheiður Davíðsdóttir, þú varst með þennan bíl og þetta númer. Það var bara, þetta alltaf að verða betra og betra. En svo náttúrulega, eins og þú varst að segja, eins og með hraðan á hellisegin og svona, það náttúrulega líka þetta virðingaleysi sem verður og þetta kom bara upp í huga minni því að konan mín stundum að banka yfir í stund og segja hvað þú keyrir allt og hratt. Já, það nú allt í lagi. Það nú búið að skera svo mikið niður hérna í löggunni að það nú ekki nema einn á vakt í Selfossi, þannig að það enginn að mæla. Svo heldur maður að fara að keyra, bara gera grín og sjálfur. Það er líka myndavélar. Já, ég veit það. Nei, ég er að segja að það kemur svona attitúd, skilur við, að því að þetta er lægja þegar það er ekki lögga. Já, þú veist að, þið skil hvað ég er að meina, ég er bara að gera grín sjálfur mér en þetta er svona endurspegla kannski líka að það eru líka í náttúrulega öflugum vörnu, eða svona eins og þú þetta segja, þið bæði, að þá náttúrulega er það til að hræða sig til og það er ekki svo auðvelt að fara að gera þetta af því það er eitthvað viðbrögð, sko, eða verður eitthvað afbröð. Já, sko, það er náttúrulega, ég man þar bara frá því ég var í lögreglunni, hvað það hafði gríðarlega mikið að segja ef að lögreglubíll var sýnilegur, þó hún væri ekki bara lagt utan vegar, snar hægði á umferðinni. Ég ætla að segja, sko, þegar ég var á Spáni og keyrði mikið, að þá á hraðbrautinni
autobánunum, þar keyrði löggan fram og tilbaka bara með blátt stöðugt ljós. Þeir voru ekkert að reyna að nappa neitt, þeir voru bara að minna á sig. Sko. Þeir lágu hvergi í leini en eitt heldur þeir bara keyrðu með blátt stöðugt ljós. Svo hef ég stundum ekki í gegnum Þingvöll. Það 30 km hámarkshraði í gegnum þjóðgarðinn og ég fer eftir, ég bara set krúskontrolli á og er á 30 og þá er iðulega blikkað og flautað á mig. Og myndast alveg röð á eftir mér og blikkað og flautað. Þetta með sýnileikan er svolítið merkilegt sem segir sko, það er alveg rétt hjá þér að það á ekki bara við sko í umferðargæslu, heldur líka bara sýnileiki lögreglunar almennt út í samfélaginu. Hann skiptir máli. Það er bara rannsóknir sem sýna það. Svo ég vitni bara aftur í verum í löggunni, það voru sko, svona 30 lögreglumenn skráðir á Hallærisplanið hverja einustu helgi, laugardags og föstudags og laugardagskvöld. Þetta hafði heilmikið að segja. Sjáu þið margar löggur gangandi í bænum? Nei, ég er aldrei í bænum. Nei, ekki heldur. Maður fær ekki stæði, þannig að fara það niður. Já, bílastæðhúsinu er fín. En það hefur margt breyst, það er stábyggilegt. Ég lagði 1,5 tíma daginn hérna og það kostaði 1470 krónur flis. Það er svakalega dýrt. Að vísu, svona, ég meina, löggan er náttúrulega líka að reyna svona fitjaböngurinn í þessu og samfélagslöggur og fleira slíkt, sko, sem er náttúrulega að reyna að ná til unga fólksins sem er mjög virðingavert, sko. Þannig að, en svona bara, þú veist, ég meina, ég held að sé bara margt sem má bæta í þessu svo mörgu öðru og það verður svona áhugavert að sjá hvað þessi 50 manna aukning, hvernig henni verður ráðstafað líka. Ég hlakka til að sjá það. Hvað þeir munu verða settir í, sko, og hvort að koma aðrir 50 síðan, það er náttúrulega líka bara spurning, sko. Þannig að, þú veist, menn segist alltaf að gera hlutina, svo þeir kannski ekki gerðir, þannig að, Ég segi það sem ég sagði á það, sko, svo býða hann til fjárlögin koma, hvort það verður eitthvað peningur fyrir þessu 50. Til dæmis, það sem var svona, En það er hérna eitt svona skrítið afbrotamál. Það er hérna þetta PPP, hvernig þið gáttu stúli bara öllu innmótsinu hjá sérstöku saksóknara. Þeir eru með milljónir gögnum. Það er ótrúlegt, sko. Og svo segja allir ekki benda á mig. Þetta er þeim að kenna sem að náðu sér í þessi gögn. Hvernig er hægt að firra sig aldrei ábyrgð í svona málum? Þeir eru bara óheftan aðgang að tölvukerfinu og gáttu náð sér í það sem þið vildu. Bara kóperuðu bara þessi vildu. Þetta er sko, maður eiginlega brosir út í annað. Þetta er svo í lélegri bíómynd, sko. Þar er alltaf, í lélegum bíómyndum, þar er skilja eftir slóð sem fari inn í tölvuna. Hvað varst þú að gera í tölvunni klukkan 21 í gærkvöldi? Jú, er þetta kannski svona dæmi margt í samfélaginu því að svo er það einhvern veginn þannig hjá okkur, það er aldrei neitt sem axlar ábyrgð, sko. Það er bara klappað á bakið á og sagt, herðu vinnu, þú gerir þetta nú ekki aftur. Og svo þetta fræga orðatiltæki, við lærum á þessu. Já. Þannig ég held að það sé nú... Við lærum á þessu, sko. Ég held að þetta sé nú svona, var svolítið vandamál hjá okkur að svona aga leysið allstaðar að því það er enginn sem þarf að axla ábyrgð, sko. Muni eftir konun út í Svíþjóð sem var ráðherra sem hann keypti þessi mjólkubát fyrir kortið í þinginu og hún var að segja af sér. Og Toblerón. Halló. Það var nú ekki langt síðan heldur bara norskur ráðherra stelpa, kona sem var að segja af sér að því hún hafði nú bara gerst kannski aðeins og glöði því að setja einhverja vinkonu sínar í einhverja nefndir hann þess hún farið að fara. Í hafskipsmálinu var einn liðurinn, sko, að Jón Ásgeir hafði renti aktu takt og keypti pils og kók eða samlok og kók og hérna það var sem sagt að þá notar Nóvart, sko, kort óvart ekki, hann notar kortbauks, sko. Og þá var þetta tekið, sko, honum til saka að hafa látið Baug borga, sko. Borga samlokun og kókið. Já. Herðu Guðmundur, núna er á að fara að breyta því það á að hækka örorkubætur eða örorkulífeyri eða hvað við kalla það. Og hvað á kostnað annarra lífeyrissjóðsþega eða eitthvað? Já, það er að breyta útreikningaforsendunum, sko. Þannig að sko þegar fólk fer á örorku þá hafa lífeyrissjóðirnir mátt sem sagt draga sem sagt í útreikningunum frá sko framlagið sem kemur frá Tryggingastofnun. Að það er eins og sagt í öllum svona lögum þetta allt saman að þá enginn að fara sko umfram það sem hann fær, sko. Og kerfið er byggt upp svona
Þannig að ef á að fara að borga meira út úr kerfinu sem stemt að og raun og veru þá eins og ég horfa á þetta þá mun fólk bara hækka í launum sko í bótunum umfram það sem þetta þá verða að taka þessa peningu einhvers staðar annars staðar. Það verður náttúrulega ekki tekið nema af sjóðfélögunum. Og síðan náttúrulega annað sem inn í þessu dæmi líka, það þetta svo jöfnunarframlag vegna örorkubóta, að það verða þannig að það rosalega misjafnt á milli lífeyrissjóða hvað fer mikið í örorku. Ég man bara til dæmis þegar lífeyrissjóður sjómanna var sameinaður inn í Gildi 2004-06, þá var hann með 36% af sínum útgjöldum í örorkubætur, meðan að verkfræðingasjóður var með 0,5%. Þannig að það líka þetta framlag sem á að taka af sem mun þýða það að hinn venjulegi sjóðfélagi hjá Gildi þetta var 4,5% 2011 að það verður tekið af, þannig að hann mun lækka það líka, þannig að þetta svolítið að hinn almenni eigandi sem að fá lífeyri sinn hann skerðist. Hann skerðist, það mun, af því að það náttúrulega fólk átt að segja því maðurinn í næsta stól það verður að færa á milli vasa sko. Og ríkið að spara sko. Þannig að en auðvitað kemur þetta svo út allavega, ég meina þá lækka þeir og þá tryggingastofnun að borga meira eða verður ekki breytt, þannig að þetta alls konar svona hlutir en mér sýnist sko að til dæmis sko eins og við sögðum áðan, það alltaf verið að taka af einhverjum til að bæta eitthvað sko. Nýja örorkufrumvarpið hans Guðmundar Inga sem á að koma núna inn 1. september alls þar sem ég lesið það kosta 18 eitthvað milljarða þegar að fer að virka það sem á að laga sambandi við stöðu öryrkja og annað. Og þá þarf að taka einhverja peninga því og þar meðal annars eitthvað 11 milljarðar sem að því að taka þetta örorkuframlag af, það á að fara í þetta þeir ætla ekki að bæta í fjárlögin það alltaf sama og það sama með þetta eins og til dæmis lífeyrissjóðirnir urðu að gera á sínum tíma varðandi við makalífeyrin, það var margir af þessu sjóðu voru með ævilanga makalífeyri svo bara koma því að þetta gekk ekki upp af því þetta bara orðið svo dýrt og sem sagt nema þá að skerða sjóðfélagana því að þetta bara eitthvað 100% sem til þannig að það var tekið og nú bara makalífeyrir 5 ár og bla bla þannig að þetta eiginlega bara spurning það Þetta að segja með öðrum orðum að það séu teknir peningur úr lífeyrisgreiðslunum mínum og settir yfir í það stefnan sko, ef þetta verður gert svona en síðan kemur annað á móti sem að náttúrulega að það verið að borga í virk endurhæfingu, atvinnulífið bæði launþegar og annað og þetta gífurlegt batteri þar sem að reyna að endurhæfa fólk og til að koma því aftur á vinnumarkaðin sem alveg bara mega flott dæmi að ef það þannig eins og verið að setja það fram að einstaklingum munir svo tapa á því að fara tilbaka á vinnumarkaðin, þá verður hann alltaf bara áfram öryrki, hann ekki að fara á vinnumarkaðin aftur. Þannig ég held að það breyti því ekki að greiðslu til öryrkja og eldra fólks allt og lágt. Það ég 110% sammála en málið það að við verðum þá kannski sem samfélag að segja bara, heyrðu, við ættum að fara í þetta, það verður þá annarkvort að sækja einhverja tekjur annar staðar til þess að fara í þetta. En ekki alltaf eins og við höfum verið að gera, að það alltaf verið að þá að skerða einhverja aðra. Hvað með veiðigjald ykkur? Já, en þú veist, aðtöfa það, þó að þetta blessaði veiðigjald hækki 10, þó það myndi hækka 20 milljarða, þá þetta ekki neitt. Ég meina hvað í alla heildina. Já, í heildina. Ég var eitthvað að lesa áðan í Mogganni, í morgun, það var verið að ræða eitthvað peningar sem fari í þessu útlendingamál. Þetta bara orðið eitthvað 10-20 milljarðar, þannig að eitthvað veiðigjalda og í sem þarf að gera að laga stöðu þessa fólks að það bara dropi vatni sko. Það myndi ekki duga. Nei, það dugar ekkert að því að þannig séð til. En það náttúrulega gjörbreytt staða samt með erlend fólk á Íslandi. Það Vinnumálastofnunin með til dæmis Hótel Glim sem stendur hann með 3 stórar húseignir einhverjar sem umfram þörf. En síðan verðum við náttúrulega átt okkur á því að þetta svona umræði sem aldrei farið almennilega í.
sko, ég hef stundum verið að segja þetta, sko, það er eitt af æskuminningum mín og það er fráfræðisvandamál frá Landspítalanum, sko, ég man eftir þetta við var 20 og við erum ennþá að kljást við þetta og það er aðalúta því að það er svo dýrt að byggja hjúkrunarheimili, það er ekki dýrt að byggja þau, það er svo dýrt að reka þau. Þannig að ég held með svona, við stöndum frammi fyrir ykkur svona sem við þurfum bara að fara að átta okkur á. Sko, við erum konum með yfir 40.000 manns á eftirlaun. 96% af þeim fá greiðslu frá Tryggingastofnun. Við erum með 18.000 öryrkja. Þannig að þetta er orðið yfir sko 60.000 manns sem er að þiggja bætur. Þannig að þetta er náttúrulega sko þiggja sem sagt þetta. En samt sem áður þetta stæðsti útgjaldaliður sko fjárlaga. En þá verðum við bara við átt okkur á því að til þess að geta gert þetta þá verða menn, það þýðir ekki að koma bara fram í einhverju kostingum fyrir alþingiskostingar og alltaf að gera þetta og þetta en hafa svo enga lausnir hvernig alltaf að fjármagna þetta. Auðvitað viljum við öll vera góð og gera eins mikið og svo hægt er. Það var nú óskað eftir tillögum frá almenningi í samráðsgáttinum hvernig ríkið geti sparað. Og það voru alls konar góða tillögur sem þar komið frá. Sko já, en þá kemur þetta, sko ég vil fá og ég vil fá, en ég ætla ekki að setja þetta. Ég meina, það getur vel verið að við þurfum að sætta okkur við það, að ef við ætlum sem samfélag að halda vel utan okkar gamla fólk sem er að stíla þessu samfélagi núna af sér, þá verðum við kannski bara hækka tekjuskatt eða skatta 1% eða 2% til þess að geta gert þetta. Og ef við getum sæst það útsvara fjármagnstekjur. Akkúrat. Og ekki fjármagnstekjur, það er nú stór hluta launafólki sem borga það, stærsta liðan, en þið skiljið hvað ég fara. Mér er alveg sama hvaðan það kemur, en við verðum einhvern veginn að ná okkur í sátt það að til þess að geta gert þetta, þá verðum við að sækja peningana, sko. Íslenska lýðveldið er vanfjármagnað. Já, öll sammála það. Þá hættu þessu. Það er Gunnar Hólmsteinn, Guðmundur Þórður og Ragnheiður Davíðsdóttir. Þakka ykkur fyrir komuna og Rauða borðið heldur áfram hér eftir augnablik. Bókvistun býður upp á alhliða bókhaldsþjónustu fyrir einstaklinga og fyrirtæki. Við byggjum á reynslu, faglegum og traustum vinnubrögðum. Bókvistun, alhliða bókhaldsþjónusta, Bæjarhrauni 2, Hafnarfirði.